Leikurinn í dag skráð á páskaeggið. Sjáum til. Já, hvað menna? Sjáiðar syndlausverð kast í fyrsta páskaegginu. Ok. Það held ég. Og haldið sáfram. Kristján Reiður ennþá reiður yfir nýju vökulegu ríkisstjórnarinnar. Svona segið eitthvað strax. Við vildum gera kjarasamning við sjómenn. Sjómenn hafa brigslað okkur að við vildum fara einhverja lagaleg. Ég held að það sé nú komið í rækilega ljós að þetta voru rangar fullyrðingar og ósanngjarnar. Stórsigur M-listans í næstu kosningum. MR 25-18, MD 23-22, Valur IBVF 3-1 í hálfleik, Chicago Bulls Atlanta 119-100. Alfreð, viltu segja eitthvað um þetta? Strax! Alfreð! Lesið þetta vandlega, það var þetta sem fólk sagði mig, Martin, í könnuninni. Þið fyrirgefið stafsendingavilluna, það höfðu vilt á Upsilon í frábær, hvernig læt ég? Já, Alfreð, já, segja okkur núna strax. Hlótust, það að koma á kosningar. Вы знаете, что завтра к нам в правительство планирует приехать президент Российской Федерации. К этому моменту перед нами стоит задача подготовить для него первые предложения, связанные с концептуальным подходом к структуре органов административной власти. Поэтому день сегодня будет очень плотный, времени достаточно мало. Hér má sjá nokkur af stefnumálum M-listans og þið ykkar sem kunnið að lesa sjáuð að listin ógeðslega spenntur fyrir dagvistamálum barna í Reykjavík. Börnin burt! Á þessum stórkostlega myndum má sjá þegar lögreglan tekur upp myndavélarnar sem hún notar á vísindaveiðar til að fylgjast með þegar við hin brjótum á okkur. Vélarnir eru keyptar fyrir smáöruna sem löggan fekk fyrir að selja hassið sem hún tók af vondum köllunum. Vísindin efla alla dáð. Lifi lög og reglan. Ég vil lítið úttala mig málsmeðferð. Nei, þú vilt aldrei tala neitt. Þú getur allt annað heldur en talað. Að menn reyni að draga minni miklu veldi. Til þess að leiða þennan mikilvæga málaflokk inn í framtíðina. Katannan! Það komið að upphafningunni miklu. Hvað með blokkuna þarna? Nær mér ekki. Gati. Það var brennivinn í flaskun, þá ég kom. Nær mér aldrei. Slökkviliðið var kallað út laust eftir miðnætt og sendi allt sitt lið enda útlitið ekki gott, stórt hús og mjög mikill reykur. Kallað var á slökkviliðið rétt eftir miðnætti og tilkynnt að eldur væri í læknamiðstöð í Glæsibæ. Þá var mikill reykur en ekki vitað hvar eldurinn hafði komið upp. Þegar við komum á staðinn sjáum við að mestur reykur virðist vera í álmu sem snýr til austurs og þar fóru reykkafarar inn í gegnum dyr með gleri og gátu brotið sér leið upp á aðra hæð. Gekk erfiðlega að komast í gegnum dyr þar og þurfti að fá verkfæri til þess en það komst. Þarna voru 4 reykkafarar tíma, svo skiptum við, sendum 2 reykkafarar sem fóru inn í læknamiðstöðina að sunnanverðu. Slökkviliðsmenn fundu upptök eldsins í vakningarherbergi en helst höfðu menn áhyggjur af gas- og súrefniskútum sem voru á staðnum en eldurinn náði ekki til þeirra. Einnig höfðu menn í upphafi áhyggjur af ölveri skemmtistað sem í kjallara hússins en þar var allt í fullum gangi.
Lögreglan kom mjög fljótlega eiginlega bara strax ég kom á staðinn til mín spurði hvort þetta rýma hann. Ég sagði og okkur komum saman það að það væri betri kostun að rýma hann ekki því að það væri ekki hægt að gagnvart þeim stað niðri. Þannig alveg heilhæð á milli og það hefði verið meira kraðak utandyra heldur en að væri æskilegt. Þó að eldurinn hafi ekki náð að breiðast mjög mikið út ljóst að töluvert tjón hefur orðið. Það drjúgt tjón, maður getur ekki sagt það svo, en það töluvert, það hefur mikill hiti, þar leiðandi og sót svæðið, þannig að það ofurfljótt að segja til það nákvæmlega. 2 læknastofur eru í húsinu, læknastöðin þar sem litlar skemmdir urðu og handlæknastöðin en þar urðu skemmdir verulegar. Líklegt að tjónið sé á annan 20 milljóna króna. 8.200 börn komu á slysadeild sjúkrahúss Reykjavíkur á síðasta ári. Slys á börnum eru mun algengari hér en annars staðar á Norðurlöndum og slysatíðnin hér hefur staðið í stað á sama tíma og hún hefur lækkað þar. Undanfarinn mánuð hefur átak verið gert til að kynna starfsfólki slysadeildarinnar ástandið, hvernig mætti bæta það og veita sjúklingunum sem besta þjónustu. Í dag var svo opið hús þar sem málin voru kynnt almenningi, fullorðnum og börnum. En ástæður slysanna eru margar. Íslenskt þjóðfélag náttúrulega öðruvís en önnur þjóðfélag eins og flestir vita. Þar segja Íslendingar vinna jafnvel 2 og 3 vinnur. Nú allir þekkja hugtakið lyklabörnin. Svo erum við líka ágætt í því að láta börn gæta barna sem náttúrulega ekki rétt því þau hafa hvorki líkamlegan, andlegan né í rauninni vitsmulega þroska til þess að gera það. Mesta slysatíðnin hjá okkur á Íslendingum frá 4 til 9 á kvöldin. Þar sé eftir að börnin eru komin í umsjá foreldra sinna. Og það sem athyglisvert við þetta það að 3600 slys af þessum slysum, 8.200 sem við fáum, gerast á heimilum og það eru 5 sinnum fleiri slys en umferðarslysin. Umferðarslysin eru oft þau alvarlegustu en það vekur óneitanlega athygli hversu mörg slys verða á heimilum. Algengustu áverkarnir eru skrámur og skurðir í andliti, til dæmis eftir fall. Höfuðhögg eru algeng sem og handar eða úlnliðsbrot sem verða þegar barn dettur, til dæmis á hálu gólfi og ber fyrir sig hendurnar. Lófarnir eru líka oft lagðir á heitar eldavélahellur og brenna illa, en það hægt að fækka slysunum. Það til ýmisleg hjálpartæki og hafa verið á markaðnum í mörg ár sem við erum að sýna hér í dag. En ég myndi líka telja fyrst og fremst náttúrulega þarf hugarfarsbreytingu hjá Íslendingum til þess að koma í veg fyrir þessi slys og ég unni skora á alla landsmenn að byrja því bara að ganga eigin heimili og horfa á sín heimili gagnrýnum augum og horfa hvað hérna inni sem hugsanleg slysagildra, hvað get ég gert til þess að bæta betur. Og það ljóst að hægt að meiða sig á nánast hverju sem Norski fáninn getur til dæmis verið hættulegur eins og dæmin sanna og þessi tannbursti stakst á kaf í háls árskamallar telpu. Hætturnar leynast því víða. Helmingur leikskólakennara hefur annast barn sem orðið hefur fyrir ofbeldi. Þetta niðurstaða rannsóknar lektors á leikskólabraut kennaradeildar Háskólans á Akureyri. Rannsóknin var gerð á tímabilinu frá febrúar til nóvember 1997. Spurningalisti með 80 spurningum var sendur til rúmlega 200 leikskólakennara og svöruðu 70%. Hversu algengt að leikskólakennarar verði varir við að börn hafi verið beitt ofbeldi? Samkvæmt niðurstöðum minnar könnunar að þá eru það 50% leikskólakennara, helmingur leikskólakennara sem segist hafa reynslu af því. Guðrún Alda kynnti niðurstöðu sínar á 2 daga ráðstefnu Félags íslenskra leikskólakennara á Hótel Sögu sem lauk í dag. 550 leikskólakennarar sóttu ráðstefnuna. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort þörf væri á endurbótum á námi leikskólakennara. Stundum var það staðfest þegar barn kannski jafnvel byrjaði í leikskólanum og stundum hafði leikskólakennara grunað og þá fór ákveðið ferli af stað til þess að koma að þeirri niðurstöðu hvort að það var rökstutt eða ekki. Eru það þá áverkar sem að sjást á barninu? Það kom ekki fram í mínu niðurstöðum, þannig að ég get ekki svarað það. Og hver þín niðurstaða? Mín niðurstaða mjög skýr að þarna þurfi að bæta inn skýrar heldur en hefur verið áður hvernig bæði hvaða atburði geta valdið börnum áfalli og hvernig æskilegt að bregðast við slíku. 3000 manns tóku þátt í göngu í Lundúnum í dag og kröfðust lögleiðingar á hassi og maríjúana.
Breska stórblaðið Independent gekkst fyrir göngunni en blaðið heldur því fram að fíkniefni þessi séu meinlaus og hafi lækningamátt. Kröfuganga fyrir lögleiðingu kannabisefna hefur ekki annan tíma verið fjölmennari í Bretlandi. Göngufólk gerði sér lítið fyrir og reykti hass og marihuana fyrir framan nefið á lögreglunni án þess hún hefði sýnilega neitt við það að athuga. It's a combination of a lot of people, a lot of different groups, people who represent multiple sclerosis sufferers, medical health organisations, anti-prohibition, as well as our campaign. There's people from Europe, people from Italy, people from America who all had individual campaigns. This is probably, I think, about the biggest single pull together of all these groups. Fjölmargir þeirra sem vilja lögleiða notkun kannabisefna benda á að efnið lini þrautir af völdum margra sjúkdóma, til dæmis liðagigtar og mænusyks. I've got severe arthritis and it alleviates spasms and enables me to get a good night's sleep. Gangan í dag var harðlega gagnrýnd af ýmsum samtökum sem berjast gegn fíkniefnum og telja neyslu kannabisefna bæði hættulega heilsumanna og samfélaginu. Guðmundur Hauksson, sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis, segir að sameining viðskiptabankana ein og sér bjargi engu í rekstri þeirra. Miklar bollaleggingar hafa verið sameiningu viðskiptabankana að undanförnu. Bankastjórar bankana 3 hafa allir lýst yfir vilja til sameiningar. Sparisjóðirnir hafa hins vegar lítið komið við sögu í sameiningarumræðunni. Ástæðan eignarformið. Þeir eru sjálfseignarstofnanir en ekki hlutafélög eins og hinir bankarnir 3. Það þarf helst að koma til lagabreiting til þess að það veri skynsamlegt vegna þess að eignarformið á þessum 2 stofnunum ólíkt og það færi miklu betur á því að ef að menn ætla að sameinast á annað borð þá væri hægt að leggja sama eignargrunn til grundvallar. Bankamenn eru sammála að rekstrarumhverfi bankana sé orðið mun erfiðar en áður. Vaxtamunurinn á vaxtatekjum og vaxtagjöldum sem aðal tekjulind bankana hefur farið minnkandi frá ári til árs vegna aukinnar samkeppni á innlánsmarkaði. Guðmundur Hauksson segir að þrátt fyrir að vaxtamunur Spron sé næst minnstur í bankakerfinu, hafi Spron á góðum árangri í rekstri á síðasta ári. Efnahagsreikningurinn hafi stækkað tæp 40% og hagnaður hafi orðið góður. Mér finnst þessi umræða talsvert stærðarhagkvæmni vera ákaflega grunn. Menn gefa sér það sem forsendu fyrir þörfinni fyrir sameiningu að það komi sjálfkrafa hagræðing út úr því. Í mínum huga gerir það ekki og á aðalfundi Sparisjóðs Reykjavíkur í gær þá dró ég aðeins upp mynd af því að sé rekstri Sparisjóðs Reykjavíkur stilt upp við hliðina á viðskiptabönkunum þá ekki að sjá að sé nein meiri rekstrar hagræðing eða hagkvæmni í rekstri stóru bankana heldur en hjá Sparisjóðs Reykjavíkur og nákvæmnis sem þó mun minni. Þannig að það kallar ekki á sameiningu sjálfu sér að þínu mati? Nei, ekki þetta eitt og sér, menn verða að hafa boðskapinn aðeins dýpri til þess að áður en ganga til sameiningar því að sameining ein og sér, hún bjargar engu. Engar vísbendingar eru að veiran sem veldur hitasótt í hrossum geti skaðað önnur dýr eða menn. Enn vita menn ekki hvað veldur henni en þær vonir sem bundnar voru við sænskar rannsóknir brustu þegar niðurstöðurnar komu að utan. Alls hafa hátt í 20.000 hross smitast en aðeins hafa 20 drepist vegna sóttarinnar. Líf nú smám saman að færast í Víðidælina 9 en hann var nánast eins og draugabær tíma. En sóttin breiðist enn út. Já, hún byrjaði hér á höfuðborgarsvæðinu og það allt sýkt svæði en þetta hefur ekki borist til Keflavíkur og Akranes var í upphafi, þar veiktust hross og það hefur breiðst út hesthúsahverfið þar en það hefur ekki breiðst neitt út frá Akranesi, svoleiðis að þeir eiga hrós skilið fyrir að hafa tekist að halda því þar. Þannig við erum að tala hér að það hefur aðeins borist á þessu í Kjósinni, þannig þetta svona höfuðborgarsvæði pluss tilfelli í Kjósinni og Akranes og síðan hér í Árnessýslu bæði uppsveitir og neðri sveitir og svo Rangárvallasýslan. Mikið tilkomið hér Holt og Landsveit og Rangavelli og núna að breiðast hratt landeyjarnar. Margir telja að best sé að láta sóttina ganga sem hraðast yfir til lítil sé að reyna að hefta útbreiðsluna því veiran sem henni veldur sé komin til að vera. Yfirdýralæknir segir það hins vegar að vera mikilvægt að minnstakosti fram á vorið því enn megi búast við vetrarveðrum. Afleiðingar sóttarinnar geti orðið alvarlegri að vetri en að sumri.
En reyna menn að komast að því hvað veldur sóttinni en engar vísbendingar eru að öðrum dýrum eða mönnum stafi ógnavinni. Það væri þá komið fram teljum við ef að svo væri, þannig að þetta sé sem betur fyrir eingöngu bundið við hrossin. Bandarískur hjúkrunarfræðingur sem starfaði við sjúkrahús í Kaliforníu hefur greint lögreglu frá því að hann hafi framið milli 40 og 50 líknardráp á síðustu árum. Hjúkrunarfræðingurinn sem starfaði við Lúnadeild á sjúkrahúsi Adventista í Glendale segist hafa hjálpað þjáðu og rænulitlu fólki að komast yfir móðuna miklu, ýmist með því að gefa þeim banvæn lyf með sprautum eða skera á súrefnuslöngur. Líknardrápin voru framinn á árinu 1989 til 1997 en maðurinn gaf sig fram við lögreglu 11. mars síðastliðinn. Vegna skorts á sönnunum var honum sleppt 2 dögum síðar en málið vekur óhug og vera sjálfsögðu í rannsókn. Spennan á Norður Írlandi virðist fara vaxandi. Lögregluþjónn á eftirlaunum var myrtur í sín eiginkonu fyrir utan stórmarkað í Armagh á Norður Írlandi seint í gærkvöld. Morðingjarnir, 2 grímuklæddir menn komust undan en þeir munu tilheyra klofningshópi lýðveldisinna. Þá sprakk sprengja í Portadown og lögregla gerði aðra sprengju óvirka í Belfast. Þar var líka manni sýnt banatilræði. Allir stjórnmálaflokkar á Norður Írlandi fordæma ofbeldið en þess vænst að samkomulag framtíð Norður Írlands verði kynnt ekki síðar en á skírdag 9. apríl. Fráfarandi forsætisráðherra Rússa Viktor Chernomyrdin tilkynnti fyrir rúmum 2 klukkutímum í sjónvarpsþætti að hann ætli að vera í kjöri til forseta þegar kosningar verða árið 2000. Boris Jeltsin rak Chernomyrdin og ríkisstjórn hans síðastliðinn mánudag en Chernomyrdin gegndi starfi forsætisráðherra í 5 ár. Hann hefur til þessa verið fámáll þegar spurt löngun hans til að verða eftirmaður Jeltsins, en nú þurfa Rússar ekki að velkjast í vafa lengur. Og við ljúkum erlendri sirpu á sýningu í Genf, þar sem uppfinningamenn sína nýstárleg tæki og tól. Hér meðal annars að finna hjálpartæki til að komast í sokka, vél sem breytir vatni í vín, syngjandi salerni og tæki til að æfa skriðsund ef engin sundlaugin. Já, hérna. Aðgengi fatlaðra að námi við Háskóla Íslands mjög slæmt, segir fjölfatlaður háskólanemi. Hann telur skólan óvinveittan fötluðum nemendum og að þar vanti allan áhuga og faglega þekkingu á þörfum og aðstæðum fatlaðra. Háskóla yfirvöld segja þessar ásakanir ómaklegar og að víða innan háskólans sé unnið að umbótum með þarfir fatlaðra í huga. Ásdís Jenna Ástráðsdóttir fjölfatlaður nemandi við Háskóla Íslands. Í 4 ár segist hún hafa barist við aðstöðuleysi og skilningsleysi innan háskólans á aðstæðum fatlaðra. Hún fer hörðum gagnrýnisorðum það sem hún kallar aðgerðaleysi og skort á fagþekkingu starfsmanna háskólans í garð fatlaðra í nýútkomnu stúdentablaði. Stjórnendur háskólans segja þessa gagnrýni orðum aukna. Háskóli Íslands sér mjög meðvitaður vandann sem fatlaðir stúdentar eiga við að etja og hefur því gripið til margháttaðra aðgerða og úrræða til að koma til móts við þeirra þarfir og tryggja öllum stúdentum jafnrétti til náms. Ásdís Jenna segir í grein sinni að erfitt sé fyrir fatlaða að ferðast háskólasvæðið og einstakar byggingar. Lyftur séu litlar og skábrautir halli of mikið. Þá segir hún tilfinnanlega vanta miðstöð eða aðsetur fyrir fatlaða í háskólanum. Það verið að reyna ýmislegt. Það verið að setja upp hér miðstöð fyrir fatlaða akkurat þessa dagana í aðalbyggingunni. Ásdís Jenna segist hins vegar að var ósátt við þá staðsetningu og sagði við fréttamann að það væri mun heppilegra að hafa slíka miðstöð í Odda. Aðalbyggingin væri vont hús fyrir fatlaða. Aðstoðarmaður rektors segir fullt tillit tekið til nýjustu ferlikrafna fatlaðra við allar nýbyggingar háskólans og að gert sér ráð fyrir 4 milljónum á ári til að sinna málum fatlaðra. Edmund Johansen, lögmaður Færeyja, segir að það sé ánægjuleg þróun að íslensk fyrirtæki geti litið á Færeyjar sem framhald af heimamarkaði sínum. Í tilefni af opnun kaupstefnunar Touareg 98 átti Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra fund med Edmund Johansen, lögmann i Færeyinga, sameiginleg hagsmunamál þjóðanna. Vi snackar om vad vi kan göra mellan Färöarna och Island. Vi har ju mycket goda förhåll. Vi har många fällesintressen innanför fiskeriområdet, innanför handelsområdet som vi hela tiden ska
följa upp och se att det fungerar som det ska. Stefnt að því að á næsta ári verði haldin færeysk-íslensk kaupstefna í Reykjavík með svipuðu sniði og Touareg-sýningin sem sett var í gær. En þar munu færeyingar kynna sína framleiðslu vörur og þjónustu. Det gör att det är en växande intresse för inlandets produkter och ett växande samarbete. Íslendingar selja langt meira vörum til Færeyja en færeyingar til Íslands, en færeyski lögmaðurinn telur báða geta hagnast af samvinnu á viðskiptasviðinu. Jag syns det utvecklar också idéer, ger in andra idéer och kan så i det långa lopp ha den avsmittande virkninga till en exportvara till andra länder som kommer ut av det här. Það vaxandi áhugi fyrir Færeyjum á Íslandi og það mjög mikilvægt og gott. Það mjög gott samstarf á milli þjóðanna. Þeir hafa mikilvæg réttindi á Íslandi, fiskveiðiréttindi og óska eftir því að halda þeim áfram og vilja auka þau. Það afar mikilvægt bæði fyrir Færeyinga og Íslendinga að halda þessu góða samstarfi. Ég tel að það þjóni þjóðunum báðum vel og að því varðar Evrópusambandið þá eigum við það sameiginleg hagsmunamál vegna sem við viljum báðir hafa forsjá yfir okkar landhelgi og stjórna okkar fiskveiðum og við eigum að halda á því saman í framtíðinni. 8 ára breskur drengur sagði fyrstu orðin á ævinni eftir að hafa synt með höfrungi í Flórída. Foreldrar flykkjast nú vestur haf með málstólabörn í von kraftaverk. Billy Bales varð fyrir súrefnisskaða í fæðingu og hafði fyrstu 8 árin ekki sagt eitt einasta orð, þó læknar segðan hafa getu til þess að tala. Vinir og vandamenn og popstjörnur eins og Spice Girls kostuðu því ferðalag til Flórída en þar starfrækt meðferðarstofnun með höfrungum sem gumar að því að samneyti við dýrin lækni talmein. I had a nose to nose with him and said, "All right, Nick, you want to get in the water?" And he shook his head yes. And he put his foot from the dock into the water. I took his foot back and said, "No, Nick, you have to say in." And he looked at me and he said, "In." I said, "Let's hear a little clearer, please, son." And I put my hands to his face like this. Said, "In." Very good. But a little bit better. And he said, "In." Just like that. And that was the moment I put him right in the water and he got to swim with the dolphin. Fyrsta orðið kom fyrir rúmri viku og nú hefur Billy bætt 2 orðum í safnið. I would just like to see Billy be more confident and just to say a couple of words, just so that we know that it's there and then we can work on that when we get home. You know, if he just said 1 or 2 words, we know that he's got the ability to do it then, and then we can really encourage him and trying to work on it. Eftir að fréttir af árangri meðferðarinnar í höfrungasundlauginni bárust til Bretlands hafa fleiri bresk börn farið síðustu dagana til Flórída í vonum að höfrungarnir geti galdrað fram talmálið. Treat everything with some skepticism, particularly if it involves great sacrifices financially on the part of the family, and to see that their child gets as much conventional speech and language therapy as possible. Rafræn viðskipti munu aukast til mikilla muna á netinu í framtíðinni. Undanfarin ár hefur verið unnið að því að fjölga skjalasendingum á milli tölva án þess að pappír komi við sögu. Rafræn viðskipti í verslun voru til umræðu á ráðstefnu og sýningu Kaupmannasamtaka Íslands. Menn hafa verið að þróa skjalasendingar á milli tölva eða pappírslaus viðskipti, en rafræn viðskipti af ýmsum toga munu aukast mikið. Hins vegar internetið einhverju leyti að breyta þeim möguleikum sem standa til boða.